að kvöldið, kæru vinir, þá komið að enn einu fræstu kvöldunni í Smárakirkju og nú í kvöld ætlum við að byrja að skoða Galatabréfið. Þetta sem sagt fyrsta kvöldi, ég veit ekki hvernig okkur gengur að fara yfir en þetta verði allavega 3-4 kvöld þar sem við förum í Galatabréfið og jafnvel meira og sjá hvernig þetta gengur. Og þú kannski spyrir þig af hverju leggur áherslu á að byrja á Galatabréfinu, af hverju byrjar ekki á einhverju öðru bréfi. Og í sjálfu sér hefðum við alveg getað gert það. Við hefðum getað byrjað, við erum búin að fara vítt og breitt og reyna að þjappa sögunni saman eins og þið vitið síðustu mánuðum og nú ætlum við að fara að taka fyrir allavega eitt bréf og sjáum til hvort að það leiðir okkur í einhver önnur og fleiri. En ástæðan fyrir að við förum í Galatabréfið er að Smárakirkja leggur mikla áherslu á þann boðskap og þá kennslu og það sem er að vera í Galatabréfinu. Galatabréfið fjallar faktískt fagnaðarerindi náðarinnar og hversu miklu máli það skiptir. Það er bæði vörn fyrir fagnaðarerindi náðarinnar, út á hvað það gengur og hvernig það ætti að lifa í því. Þetta er geysilega mikilvægt bréf þegar kemur að því að skilja og bera saman líf í Guði undir lögmáli eða undir náð og ekki að blanda því. Þið munið sjá það betur þegar Páll er að tala. Og allar kirkjur, kristna kirkjur faktískt náttúrulega trúa á náð Guðs, eða ég vona það svo sannarlega því að það er erfitt að vera í kristni án þess. En kirkjan leggja mikla áherslu á þetta fagnaðarerindi. Það sé að náðar hlutan í fagnaðarerindinu og fyrir daglegt líf. Því að þetta snýst ekki bara það að augnast eilíft líf og fara til himna, heldur snýst þetta að lifa trúarlífinu á jarðríki í krafti Guðs og það fæst aðeins við það að náðin og fagnaðarerindi náðarinnar náðu tökum á manni. Það sagði Páll að þetta er krafturinn, þetta er mátturinn sem að frelsa getur hvern mann. Það er þessi boðskapur fagnaðarerindisins. Svo þess vegna ætlum við að fara í þetta. Við ætlum að byrja núna, við sjáum til hvernig þetta gengur alltaf, við tökum þetta 30-40 mínútur í mesta lagi og ætlum að byrja aðeins að fara svona yfir útlínurnar. Ég mun langar að hvetja þig ef þú ætlar að fylgjast með og hlusta að hafa biblíuna hjá þér. Taktu reikningarna til því núna og við hingrum smá stund með þú ferð og sækir biblíuna eða þú ert ekki með henni í hendinni, hvort þú ert með hana bara bókin eins og við þekkjum hana, með hana á tölvunni eða símanum, nú er þetta að finna biblíuna hvar sem er nánast og hafa hana hjá þér. Þannig að þegar við lesum saman þá getur þú lesið og skoðað og það er svo gott. Ég meina þú ert að lesa, þú ert að hugsa, þú ert að heyra og þú getur þess vegna að lesa upp á með mér ef þú vilt og heyrt í sjálfum þér. Þú ræður þig, þú þarft ekki að gera það en það er gott að hafa biblíuna hjá sér. Nú ætlum við að læra svolítið, nú ætlum við að stúdera saman og nú ættu flestir að vera konur með það ef þú missir af einhverjum af þessum resturum til þeir verða nokkur í röð, þeir langar ekki að missa af heildinni, þú missir kannski einhverjum, getur ekki hlustað, að þá er þetta alltaf að finna á síðum kirkjunar, Smárakirkju, á Facebook-síðunni, á Spotify og á vefnum okkar og svo framvegis, þannig að það er alltaf hægt að nálgast þetta. Nú, förum aðeins yfir svona umgjörðina, svona drögum þetta saman. Hvaða bréf er þetta? Fyrsta lagi, höfundur bréfsins, Galatabréfsins. Ef þú ert með biblíuna eftir að leita, þetta er á blaðsíðu 235 í þessari þýðingu sem ég er með.
Þú getur, ef þú ert með einhver aðra þýðingu heldur en þessa, þá, og veist ekki nákvæmlega hvað þetta er, þá er það náttúrulega bara í efnisyfirlitið og finnur Galatabréfið. Nánast öllum sem að Nýja testamentisfræðingum og þeir sem að hafa rannsakað Nýja testamenti og söguna og skrifin eru sammála um það að Páll postuli, það er nánast óvéfengilegt og þið munið sjá það í textanum, að Páll postuli skrifaði Galatabréfið. Fyrir ykkur sem ekki vitið, Páll postuli var ekki einn af þessum 12 postulum sem að Jesús valdi í upphafi í byrjun. Hann bættist við síðar, hann ofsótti reyndar kirkjuna í byrjun og drap marga trúaða kristna en Kristur mætti honum, hann gaf líf sitt Guði og hann gjörðist postuli faktist til hinna heiðnu þjóða. Meðan aðrir postular störfuðu mestmegnis, ekki eingöngu en mestmegnis innan Ísrael og meðal gyðinga, þá tók postuli fagnaðarerindið út á meðal þjóðum og hann greinir mjög vel frá þessu í Galatabréfinu. Nú, hann skrifar og hverjum var hann að skrifa? Þetta er mikilvægt alltaf að vita. Hver er að tala, við hvernig er hann að tala og hvað er hann að segja, í hvaða kringumstæðum er hann að segja þetta og hvaða tímum er hann að segja þetta. Viðtakendur þessa bréfs voru, við segjum stundum, heiðin kirkjurnar. Það er að segja kirkjurnar sem urðu til söfnuðir, kristnir söfnuðir sem urðu til af heiðingjum, af þjóðum utan Ísraels. Kirkjukrist í Ísrael voru gyðingkirkjurnar og fyrir utan heiðingkirkjurnar. Og það eru tvær kenningur, ég ætla að koma aðeins það eftir, hverju voru að fá þetta bréf, en ég hallast að það sem kallað er Suður Galatíu hópurinn, sem eru kirkjurnar sem að Páll stofnaði í fyrstu trúboðsferð sinni. Það eru kirkjurnar sem talað meðal annars í Postulasögunni, Iconium, Lystra, Derbe og þessar kirkjur. Hvaða fólk bjó í Galatíu? Galatíu var ekki bara eitthvað borg, það var stórt og mikið svæði sem að í dag er Tyrkland. Þetta var svæði við botni Miðjarðarhafsins sem var kallað Galatíu vegna þess að þangað höfðu flust búferlum keltar eða keltneskt fólk frá Gallíu í Vestur-Evrópu. Það var vandræði við Rómverjana, munið eftir Ástríkjusögunum, það var sá hópur sem átti stríði við Rómverjana. Ég er ekki viss Ástríkur hafi endilega flustandi og surundir. En þetta er sá hópur. Það voru keltar og þeir eru frá Gallíu og nafnið fylgdi þeim eftir inn á svæði. Þannig að þegar þeir fóru að setja stað umvörpum á þessu svæði, þá var þetta kallað Galatíu. Og við botni Miðjarðarhafs. Þetta þekkjum eins og í dag sem Tyrkland. Hver er tilgangur bréfsins? Tilgangur Galatabréfsins má segja í stuttu máli er tvennur. Það var hópur gyðinga, kristinna gyðinga, það sem á ensku er kallað Judaizers. Þeir kenndu það að heiðinkristnisfólkið eða kirkjurnar yrðu að meðtaka og hlýða lögmáli Guðs eins og gyðingar til þess að verða hólpnir. Þeir boðuðu ekki bara Krist, þeir boðuðu gyðingdóminn og Krist, eða Krist og gyðingdóminn. Þannig að bréf Páls til Galatíu er í fyrsta lagi að hrekja þeirra kenningar. Og hann fer inn á það. Og við munum aðeins sjá hvernig kaflarnir skiptast upp. Þetta er alveg óbóðslega skemmtilegt bréf og spennandi bréf. Og þetta er frelsisbréf. Þetta er bréf frelsisins. Þarna fáum við að skyggnast inn í það hvaða frelsi það er sem Guð hefur gefið okkur í Kristi og í hvaða frelsi hann vill að við lifum og hvernig það frelsi birtist í líf okkar. Þetta var hópur gyðingkristina sem þarna voru á ferð
og Páll vildi hrekja kenningar þeirra og í öðru lagi þá ítrekar hann ákallið til kirkjana í Galatíu að þegar þeir eru konið til trúar þá koma þeir til frelsis í Kristi Jesú. Fræg setningin og við möttum lesa það til frelsis, frelsaði Kristur okkur. Látið ekki aftur leggja á ykkur ánauðar ok. Þetta er hann skrifaði. Til frelsis, frelsaði Kristur okkur. Og það eins og ég sagði það, tvær kenningar í gangi stað og stund. Hvar hann skrifaði þetta og nákvæmlega hvenær. Það Suður Galatíukenningin sem ég var að minnast á áðan, sem gerir ráð fyrir að þetta sé skrifað til safnaðana sem hann stoppsetti í fyrstu trúboðsferðinni sinni inn á þetta svæði. Ef svo að þetta sé frá fyrstu, þá bendir allt til þess að þetta sé skrifað í Antíókíu, sem var svona miðstöð trúboðs og postuladóms, og þar fór Páll í skóla og lærði og hann var sendur þaðan út og svo framvegis. Og ef þessi kenning rétt að þetta sé til þessara kirkja, þessara safnaða, þá bréf sem það skrifaði í Antíókíu svona í kringum 49 eftir Krist. Ef það skrifaði 49 eftir Krist, að þá það bara einu ári áður en að stóri Jerúsalemfundurinn, sem lesum við í Postulasögunni, á sér stað. Páll vísar í Jerúsalemfund í Galatíubréfinu og segist að hann var upp til Jerúsalem og svo framvegis hittar apostólana og hann gerir það reyndar oftar en einu sinni og hafið sé þessi kenning rétt að þetta séu Lystra og Derbe og þetta, að þá sá fundur sem hann að vísa til Jerúsalem einhver annar heldur en stóri Jerúsalemfundurinn, en stóri Jerúsalemfundurinn fjallaði einmitt það hvaða byrðar á að leggja og ekki að leggja á heiðin kristnu safnaðara. Á að leggja sömu byrðar á þá eins og gyðingar. Eiga þeir að þurfa að fylgja lögmáluna á sama hátt og gyðingar. Það snerist á fundur og það komst niðurstaða, þeir sættu málið, voru sammála og verið sendir út með þann boðskap. En við kannski koma því seinna þegar við förum að stúdera þetta. Hin kenningin það hvar og hvenær þetta skrifað Norður Galatíukenningin. Þá að ræða söfniðina sem aðeins norðar í Galatíu og þeir voru stoppsettir í annarri trúboðsferðans Páls þarna inn á svæðið og ef svo þá bréfið skrifað í kringum 53-56 eftir Krist. Og þá ekki skrifað í Antíókíu, þá væntanlega í Efesus eða Makedóníu. En hvað sem öðru líður, þá bréfið ekki skrifað til einhvers eins safnaðar. Það til allra safnaðina í Galatíu. Sennilega það var bréfið kópera látið ganga eða það var bara látið ganga á milli, þannig að allir söfnuðirnir fengu að heyra og lesa og hlusta á það sem Páll hafði að segja. Í hvaða kringumstæðum hvaða kringumstæður hann að ávarpa í bréfinu. Þetta skiptir miklu máli þegar við erum að lesa. Við lesum ekki, við verum alltaf, þegar við lesum ritningarnar, þá vorum við alltaf að greina Guðs orð. Eins og ég sagði á það, hver að tala? Við hvernig að tala? Á hverju hann að segja þetta? Á hvað tímum hann að segja þetta? Og hver eru kringumstæðirnar? Og þetta, það kringumstæð sem hann að skrifa inn í og ávarpa, þessi pressa sem að heiðinni kirkjurnar, fólk sem hafði lifað utan Ísrael og gefist Kristi, eignast líf í honum og mynduðu söfnuði, að það kom pressa á þá að lifa eftir lögmáli gyðinga, samhliða því að meðtaka frelsisverk Jesú. Og spurningi var hversu mikið eða lítið eða ekkert eiga þeir að gera það. Leiðtogarnir, eins og ég sagði áðan, leystu þetta síðan í Jerúsalem á þessum Jerúsalemfundurum árið 50. Þetta bréf nánast eins og frelsismanifesto hins kristna. Það ekkert öðruvísi. Þetta manifesto hins
hins frelsaða manns. Lífið í fullu frelsi í Kristi, með kraftans og mátt og öllu því sem því fylgir. Fjallar raunverulegt frelsi og taktu vel eftir, frelsi frá synd og frelsi frá lögmáli. Margir eiga erfitt með þessi hugtak bæði að frelsast frá synd. Og þá erum við ekki að tala bara og Páll gerir það algjörlega skýrt, hann ekki bara að tala að það frelsi komi bara þegar þú deyrð og fer til himna og þáttu laus við syndafjötra á jörð. Hann að tala að í dag getur þú og ég fengið að reyna og upplifa kraft Guðs á þannig hátt innra með okkur að hlekkir, syndar og fjötra og bindinga í líf okkar myrkurs brotni. Og sama tíma segir hann, þið eru frjáls frá lögmálinu. Lögmáli bindur líka, segir hann, og við munum fara í þessa þætti og þetta bréf ávarpar þetta tvennt, frelsi. Margir, eins og ég sagði áðan, gyðingkristnir kenndu nefnilega að heiðinkristnir yrðu að fylgja lögmálinu. Páll hafði stofnsett þessar kirkjur í Galatíu og hann hafði boðað þeim upprunalega annað fagnaðarendi heldur en þetta sem þessi Judaizers eða gyðingkristnir voru að koma með, og hann fann að boðskapurinn þeirra var að hafa áhrif þveröfugt ofan í það fagnaðarendi sem hann hafði boðað þeim þegar þeir fyrst heyrðu, fyrst tóku á móti og fyrst létu frelsast. Og þeir voru að hörfa inn á við aftur og þetta voru binding fyrir það og þeir voru tvístíðandi og vissi ekki í hvort fótinn átti stíga í þessu máli. Frelsi og fyrirgefning, líf í trú fæst aðeins fyrir náðarverk Jesú Krist og fagnaðarendi hans. Og trú á Krist og að meðtaka þetta frelsi hið raunverulega frelsi mannsins. Hér gæti ég staldra við, heyrðu þetta síðasta sem ég sagði. Þetta frelsi sem þarna í boði hjá Kristi það frelsi sem heimur faktiskt leitar að. Allir þeir sem eru á andlegu ferðalagi í leit að lífi, í leit að Guði, í leit að einhverju aðra og meira heldur en þau sjá. Sama hvaða trúarbrögðum þeir fylgja, sama hvort þeir eru kristin eða að leita annars staðar, sama hvort þeir eru jók eða hugreist eða hvers sem þau eru að leita, þráin eftir þessu mikla og dýrlega frelsi innan með hverju manni fæst aðeins þegar þau mæta þessu fullkomna frelsisverki Krists. Ég veit þetta eru stór orð, en ég hef upplifað það, ég hef fengið að reyna það og mörg ykkar sem eru að hlusta hafa líka fengið að reyna það og sjá og trúðu mér, þeim fjölga þeim einstaklingum hér á Íslandi og heiminn allan sem að fá að reyna þetta, því þetta máttur fagnaðarerindisins til hjálpar þess hverjum manni. Ég elska þetta bréf. Ef við sundurliðum aðeins efnisþætti kaflana, 5-6 kaflar. Fyrsti og annar kafli eru málsvörn fyrir fagnaðarendi náðarinnar. Kafli 1, kafli 2, þar Páll bara eins og lögfræðingur. Hann bara í réttarsal og hann kemur með málsvörn fyrir fagnaðarendi náðarinnar. Og kafli 3 og 4, þar þetta fagnaðarendi náðarinnar útskýrt, og í kafli 5 og 6, þar kynnir hann fyrir okkur hvernig líf í þessu fagnaðarendi virkar. Hvað það býður hvað það gefur hvernig það virkar í lífinu. Þannig að þetta alveg stórkostlegt bréf. Þetta fá vörnina fyrir þetta, að fagnaðarendi náðarinnar ekki eitthvað nýtt. Ég man að fyrir nokkrum árum síðan þegar ég var að byrja að predika þetta hér, þá
héldum, eða menn töluðum þetta væri með eitthvað svona nýtt. Nei, þetta er ekki nýtt faktist. Kannski er þetta nýtt í eyrum okkar, en þetta er bara fagnarinn sem Páll á með. Þetta er ekki tilbúningur manna og hann segir það sjálfur, þetta er ekki hans tilbúningur, þetta kom beint frá Guði. Þetta er öflugt, þetta er máttugt, þetta er kröftugt og það er ekkert sem kemur í staðinn fyrir það, ekki heldur lögmálið. Nú, þetta tók smá stund, en nú erum við búin að ramma þetta inn og nú ætlum við að byrja að lesa svolítið í Galatabréfinu. Fyrsta kaflanum. Eftir stutta kynningu og þá ávarpa Páll þennan hóp í Galatíu sem hafði ánetjast annars konar fagnaðarerindi. Áður við lesum bara, þetta er svona þemað í fyrsta kaflanum. Hann ávarpar, hann kynnir, síðan ávarpar hann kirkjurnar sem bréfið er til og það er fólkið sem hafði látið ánetjast fagnaðarendi lögmálskristindóm. Og það var annars konar fagnaðarendi heldur en hann sjálfur hafði boðað og hafði komið frá Kristi og fyrir opinberun andans. Og nú skulum við lesa. Ef þið með bókina hjá okkur, endilega lesið með. Við skulum sjá hvað við komast langt. Það er ekki til þess að komast nema bara nokkur vers inn, en það er allt í lagi og okkur liggur ekkert á. Og þetta er sem sagt bréf Páls postula til Galatamanna og það er fyrsti kafli frá fyrsta versi. Páll postuli, ekki sendur af mönnum, né að tilhlutun manns, heldur að tilhlutun Jesú Krists og Guðs föður sem uppvakti hann frá dauðum og allir trúaðir sem með mér eru heilsa söfnuðum í Galatalandi. Ávarpið gengur bara út af það, ég er Páll, ég er sá sem kom til ykkar, ég er postuli sem kallaður var af Guði. Ég var ekki kallaður af mönnum, ég var ekki sendur af mönnum, það voru ekki menninni sem náðu í mig. Þeir snéru mér ekki. Ég var á gangi til Damaskus til Emmaus og ég blindaðist. Kristur kom og blindaði mig, ég féll til jarðar, kraup á kné og sá ekki neitt. Og Guð talaði til mín í Jesú Kristi, spurði mig hví ofsækir mig. Þetta er sem er að vísa til, Guð kallaði mig. Guð kallaði mig. Ekki menn. Þetta er nummer 1, það skiptir miklu máli. Og svo segir hann, ég og allir sem eru með mér, við heilsum söfnuðunum í Galatalandi. Náð sé með yður og friður frá Guði, Föður og Drottni vorum Jesú Kristi, sem gaf sjálfa sig fyrir syndir okkar til þess að frelsa okkur frá hinni yfirstandandi vondu öld, samkvæmt vilja Guðs vors og Föður, honum sé dýrð aldir alda. Amen. Þetta er bara ávarpið. Náð sé með yður, þetta er fallegt, hann er að kasta friðarkveðinu, shalom til þeirra og hann sé með ykkur. Svo byrja bréfið. Mig furðar á því að þið svo fljótt látið snúast frá honum sem kallaði ykkur í náð Krists. Elsku vinir, ég skil ekkert í ykkur, þetta er undarlegt. Það er ekkert langt sem ég var hjá okkur og þið meðtókuð fagnarendi fyrir náð og kraft Krists og núna hafið látið snúast frá honum. Takk eftir hvað þetta er alvarlegt sem hann segir. Hann er ekki að segja, sem hann býður ekki upp á að þú blandir því saman sem að þeir voru að koma með lögmálið og náðir. Hann býður bara ekki upp, hann sagði þú er snúðið frá. Það er ekkert svona, ég er hissa að þú skulle vera að blanda þessu saman og línundan ekki nógu skýr. Nei, það er að ég er hissa að þau skulle hafa snúið ykkur frá því. Hann býður ekki upp á mixið, hann býður ekki upp á blöndunina.
Og hvert sneru þeir sér? Til annars konar fagnaðarerindis. Hugsaðu, þetta er stór orð. Og veistu hvað? Ég veit í dag fjölda kristinna manna út allan heim og þar á meðal hér á okkar landi sem einmitt á þessum stað eins og Galatamennirnir. Að þeir eru búin að blanda saman lögmálinu og gyðingdómnum við kristindóminn og reyna að lifa því hvort og ekki og þeir lifa gyðing kristnu lífi og vilja lifa gyðing kristnu lífi undir lögmáli Guðs fyrir náð Krists. Pál segir, þetta er ekki hægt því að þetta er ekki fagnaðarerindið. Þið hafið látið snúast til annars konar fagnaðarerindis. Þetta er ekki fagnaðarerindis sem ég boðaði ykkur. Þetta er eitthvað allt annað. Þetta er ekki fagnaðarerindis sem Kristur gaf mér. Þetta er eitthvað allt annað. Þetta er alvarleg orð, en ætti að fá okkur til að hugsa, hvar er ég staddur? Hvernig lifi ég trúarlífi mínu? Hvað er fagnaðarendi fyrir mér? Hvað skiptir mér máli? Mundu, fagnaðarendi snýst ekki bara það að koma þér til himna. Fagnaðarendi snýst ekki það og bréfu Páls er svo skýrt, Galatabréfið, svo skýrt með þetta snýst ekki það að þú bara gefur lífið Kristi, fær fyrirgefningu syndanna og einn daginn kemstu til himna út af því. Vissulega hluti af öllu því ferli, en fagnaðarendi náðanna gengur út af það að lifa trúarlífinu sigrandi hér á jarðríki, í krafti Guðs, í þeirri köllun, því lífi og því sem erindagjörðum sem hann kallaði alla kristna menn til. Og Páll segir einfaldlega, það er ekki hægt að blanda þessu, ef þú gerir það þá ertu komin í annað fagnaðarendi heldur en að ég kenndi þér. Þú mátt kannski rökræða það hvort það fagnaðarendi sem Páll kenndi hafi þá verið rétt. Kannski var Páll bara á villigöngu sjálfur. Kannski var hitt fagnaðarendi sem þeir voru að koma með frá Jerúsalem og Ísrael bara þeir rétta og þar alveg áttu Galatamenn fullt að rétta að lifa til þessu og Páll átti ekki að skipta sér að þessu. Ok, ef svo ef þetta er rétt, þá máttu byrja að taka slatta marga bækur út úr Biblíunni og afgreiða þær sem rangar, falsar, ekki Guði þóknarlegar, villukenningar. Því Páll skrifaði mikið af því og hann talar þetta í öllum bókunum sínum meira eða minna. Ég þekki engan sem myndi ganga svo langt. Og ég efast ekki það er ekki margir í kringum þig sem myndi ganga svo langt. En fyrst að við göngum ekki svo langt, þá verðum við að spyrja okkur, hvað er það á gangi? Einhvern veginn þarf ég að sætta þetta. Við höfum ekki bara vaða í gegnum lífið, í trúarlífið, bara gömlum vana, eða að einhver annar sagði okkur eitthvað einhvern tíma. Við getum ekki gert það, sko, við verðum að stoppa og segja, hvaða fagnaðarendi lifi ég í? Hverju trúi ég í reynd? Hver er mín trú á Krist og hans verk? Stoppa við, staðra við, það er aldrei vont að skoða. Það er það sem Páll er að fá þá til að gera. Hann er að fá til að stoppa og segja, heyrðu, það er eitthvað fagnaðarendi, eitthvað blanda komin sem er ekki fagnaðarendi sem þið tókuð á móti því ég kom inn að til ykkar síðast. Það eru þó, til að tengja þetta saman, þegar það snúast til annars konar fagnaðarerindis, það er þó ekkert fagnaðarendi. Heldur eru einhverjir að trufla ykkur og vilja umhverfa fagnaðarerindinu Krist. En þótt jafnvel ég eða engill frá himni fær að boða ykkur annað fagnaðarendi en það sem ég hef boðað ykkur áður, þá sé hann bölvaður. Eins og ég hef áður sagt, og ég segi nú aftur, ef nokkur boðar ykkur annað fagnaðarendi en það sem þið hafi numið, þá sé hann bölvaður. Heyrir orðin hans. Og ég hveti
ekki bara, fara að leta í gegn, og ekki hugsa það. Svo kristindómurinn gengur ekki út á það að stoppa hugun á sér og hætta að hugsa og vera bara, það ekki það. Þú getur ekki lifað án hugarlýs. Í daglegu lífi, í kristna lífinu, þú verður að hugsa og hugsa hvað það sem andi Guðs segir hér. Páll tekur svo djúpt í árinni að hann segir að þó svo eftir að ég kom til ykkar síðan og boðaði ykkur fagnarindi sem mér hefði verið gefið, þó svo að það komi engill frá himnum, ekki strákarnir frá Jerúsalem, heldur engill frá himnum, kemur bara engill niður, birtist bara fyrir fram á söfnin í Galatíu, Páll farin aftur heim og engillinn segir, næ, þetta var nú ekki alveg rétt hjá Páli. Nú ætla ég að segja ykkur hvernig þetta er. Þið verið að taka inn lögmálið og blanda þessu saman, þið verið að taka okkur ákveðna ábyrgð innan lögmálsins innan gyðingdómsins ef það sé vera hópinn og lifa lífinu. Páll segir, jafnvel þó þetta gerist, sá engill bölvaður. Svo rangt hefur þessi blessaði engill fyrir sér að hann að boða rangindi. Hann rosalög þegar hann tekur á þessu Svo bætir hann í og segir, og jafnvel þó að ég komi aftur. Þið trúðu mig fyrst, nú ég búinn að vera burt í 2 ár og Guð búinn að tala til og ég búinn að stúdera og blötu bak við eyrun og ég hafa vitleysinguna þegar ég kom fyrst og þetta var ekki alveg svona eins og ég sagði bara þá, skilurðu. Það ýmislegt sem ég hef búinn að læra síðan hjá þau strákunum í Jerúsalem og nú, svona þetta. Þá ég bölvaður. Þess að það breytir engu. Hver það sem segir þetta við þig, hvað það segir við þig í þessa áttina, þetta annað fagnarendi, þetta ekki fagnarendi Jesú Krist, slepptu því, láttu það fara, annars hefur þú horfið frá fagnarendi náðurinn Jesú Krist. Getur nokkur tekið sterkar til orða heldur þetta. Hann lætur allt á vogarskálinni hana. Þess að þetta getið ekki gert. Þó að enginn segði okkur að gera það. Þó að ég segði okkur að gera það því ég hefði skipt skoðun og alls ekki af því að þessi strákar eru að koma og fara von í það sem við vorum búin að vera að kenna og læra saman. Ertu með? Ég að segja ykkur, að lesa Biblíuna náttúrulega bara stórkostlega skemmtilegt. Það svo fræðandi, það svo gefandi, ég veit að hún oft tilvill. Ég var í fyrstu manna til að segja það að þegar ég var að byrja að lesa þetta á yngri árum, ég skildi nú ekkert allt og ennþá skil ég heldur ekkert allt. Og átti erfitt með hana, sofnaði yfir henni en þegar hún opnast og þegar andi Guðs opnar ritningarnar og þegar þú sér ritningarnar í ljósi fagnarerindis náðarinnar Krist, þá lifna þær við. Það hið lifandi orð. Það gefur lífið. Svo að bókstafurinn deyðir, andinn gefur líf. Ef þú ferð í bókstafinn sem lögmálið, og við getum kíkt á það seinna, þá deyðir það þig. Og það alvarleikinn sem Páll var að benda á. Þú getur ekki blandað þessu saman. Þú getur ekki. Ef þú vilt vera gulur á litinn, þá skaltu ekki blanda bláu lit saman við þig, því þá verður ekki lengur gulur. Ef þú vilt fagnarerindi náðarinnar og vilt Jesú Krist tæra hann hreina, þá skaltu ekki blanda öðru inn. Það sem að segja við þau. Og við séum klukkan horfin. Hann farin frá okkur og við erum rétt að koma, ég ætla að klára 10. versi líka, svo hættu við.
Þegar hann búinn að segja allt þetta, þá segir hann í 10. versi: Er ég nú að reyna að samfæra menn eða Guð? Hvort er ég að reyna að samfæra ykkur eða Guð? Og svo spyr hann þessara lykilspurninga. Þetta er lykil í þessari snjöllu ræðans, í þessari vörn. Er ég að leitast við að þóknast mönnum? Ef ég væri enn að þóknast mönnum, þá væri ég ekki þjóð Krists. Með öðrum orðum, ef ég vildi þóknast mönnum, þá færi ég á ykkar band. Þá mundi ég gera eins og þeir eru að ráðleggja ykkur að gera. Þá mundi ég trúa því og byrja að kenna það og tala það, því það er sem menninir vilja. Ég er ekki að þóknast mönnum. Ég er að þóknast þeim Guði sem kenndi mér, opinberaði mér, talaði við mér, sýndi mér, og hann eftir að fara í það hvað mörg ár hann fór í að læra og nema og meðtaka frá Guði. Lestu það síðan. Ég hnýti þetta hér saman, segir hann, og segi: Ég er ekki að þóknast Guði, mönnum, ég er að þóknast Guði því sem hann hefur kennt mér og sagt mér. Því ef ég var að þóknast mönnum, sem ég get gert, eða kannski ekki, og faktisk getur það ekki, en hann gæti þess að þau voru að gera, bara flætt með kennslunni sem var í gangi, en þá væri ég ekki þjóð Krists. Því sá sem kallaði mig, hann gaf mér fagnaðarerindið. Sá sem kallaði mig, hann sýndi mér út af hvað þetta gengur. Sá sem kallaði mig, hann sýndi mér þegar byltingu og breytingu í frelsinu sem var komið. Og ef ég boði eitthvað annað, þá er ég ekki lengur þjóð Krists. Ég elska þessa bók. Ég man eftir fyrst, kláran var bara örstuð, man eftir fyrst ég var að lesa Pál. Ég þoldi ekki Pál. Mér fannst Pál hrokafullur og hann þóttist vitast og getast og kunnast og vera miklu betur en fúll á móti og allt. Hann var einhvern veginn svona, þannig fannst mér. Og ég veit fleiri sem hafa, fengið eitthvað svona töðtitringi og voru að lesa Pál. En þegar þú skilur samhengið, þegar þú sérð hvað það var sem hann var að vitni og af hverju hann sagði ákveðna hluti, þá allt í einu segir: Hei, þetta er sannleikurinn. Hei, þetta er að rétta. Hei, þetta er frelsið. Hei, þetta er fagnaðarerindið. Opinberun Páls postula fagnaðarerindi Jesú Krists, fagnaðarerindi náðunar, er stórkostlegt og á því byggir kirkja Krists. Á því allavega ættum að byggja, svo orðað þannig. Á því fagnaðarerindi byggjum við í smára kirkju. Því Jesús Kristur er hyrningastirni. Hann er það sem allt snýst um. Og hann gefur þér frelsi og mér. Við skulum biðja. Faðir minn, við þökkum fyrir náð þín og miskunn, þökkum fyrir Galatabréfið, þökkum fyrir Pál og þá opinberun sem þú gafst honum, og við biðjum þig að kenna okkur. Við opnum hjörtu okkar, Drottinn minn, fyrir þér. Við viljum bara læra. Við viljum bara læra fyrir andan þinn. Við viljum meðtaka eins og frá þínum anda, eins og Pál meðtók frá þér. Kennd okkur, opinbera okkur, sýnd okkur lífið sem þú hefur boðið og gefið okkur. Í Jesú nafni. Amen. Guð blessi ykkur.